Góðan daginn, gott fólk. Verið velkomin til 61. fundar sveitastjórnar Þingeyjarsveitar. Í dag eru mætt eftirfarandi, það Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir fjarverandi en í hennar stað mætt Úlla Árdal, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir og Margrét Hólm Valsdóttir sem ritar fundargerð. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki. Áður en við göngum til dagskrár óskað eftir því að bæta á dagskrá sem dagskrálið 14 arnstapi umsókn Vegagerðarinnar framkvæmda leyfi til efnistöku. Eru menn sammála því og ef svo vinsamlega skefið merki og það samþykkt samhljóða og verður þá tekið fyrir á dagskráni sem 14. liður og aðrir liðir breytast þá í samræmi við það og það þýðir að við erum með 45 dagskrárliði á fundi dagsins. Og þannig að okkur ekkert að vanbúnaði og við skulum hella okkur í dagskrána og fyrsta dagskrá fyrir sveitastjórn liggur til staðfestingar fundargerð 27. fundar umhverfisnefndar frá 16. júní síðastliðnum. Fundargerðin í 6 liðum, liðir 4 og 5 þarfnast afgreiðslu sveitastjórnar og eru sérstakir liðir á dagskrá fundarins. Árni Pétur formaður umhverfisnefndar ætlar að renna í gegnum fundargerðina með okkur. Já, takk fyrir það. Oddviti og getið sveitarstjórnarmenn. Fyrsti liður á dagskrá var umhverfisátak í Þingeyjarsveit og þetta kannski snýr fyrst og fremst af því að við getum auglýst og kynnt fyrir íbúum hvaða leiðir eru í boði til þess að losna við eins og járnarusl og eitthvað svona annað sem sértækt þannig að menn bara gerir sér grein fyrir því hvaða þetta snýst ekki það að við séum að fara í einhverja harkalega aðgerðir og merkja allt með blikum miðum hjá fólki, ekki strax allavega, heldur snýst þetta það að menn viti og það sé kynnt fyrir íbúum hvaða leiðir eru í boði til þess að losna við dótdrasl heimafrósis. Og það sem sagt nefndin leggur til að það verði farið í slíkt umhverfisátak og það verður gert fyrst og fremst með kynningu til að byrja með. Næsti liður gjaldskrárnar og við erum ekki að fjalla þeirra eftir. Nei. Það núna, já. Það sem sagt 2 gjaldskrár sem við höfum yfir að segja og það sorphirðan og rotþrær. Við náttúrulega stefnum að því að fara í útboð á sorphirðu þannig að það er raun og veru ekki efnislegar ástæður til þess að endurskoða gjaldskrána að svo stöddu og við erum með samning rotþrólosunina þannig að tillaga nefndarinnar það að gjaldskrárnar verði báðar þessar óbreyttar. Þriðji liður á dagskrá að það sorphirða útboð og við förum yfir þann lið og eftir þegar hann verður tekinn sérstaklega fyrir. Það sama gildir loftslagsstefnu Þingeyjarsveitar sem við erum búin að leggja all nokkra vinnu í og það mesta vinnu hefur Arnheiður Rán lagt í en við tökum það fyrir aftur sérstaklega eftir. 5. liður að hann í raun og veru partur af sorpútboðinu, það við gerðum verðfyrirspurn í moltugerðarvélar og skemmst frá því að segja að okkur fannst vera frekar lélegar eftirtekjur af því. Það voru sendar út á 5 mismunandi fyrirtæki að biðja verð í vélar og það var bara 1 fyrirtæki sem svaraði. Þannig að við ætlum að reyna að vinna þetta kannski svolítið saman og formaður nefndarinnar og sviðsstjóri umhverfis og framkvæmdasviðs að leggja aðeins í síman og sjá ekki hvort það sé hægt að gera eitthvað betur heldur en það sem við fengum. Takk fyrir. Við þakkum Árna Pétri fyrir yfirferðina. Eru einhver sem vil taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki. Næsti liður fyrir sveitastjórn liggur til staðfestingar fundargerð 37. fundar skipulagsnefndar frá 18. júní.
Fundargerðin í 19 liðum og það eru liðir 7, 11, 13, 14, 15, 16 og 17 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og eru sérstakir liðir á dagskrá fundarins og það Knútur Emil, formaður skipulagsnefndar sem ætlar að fara yfir fundargerðina með okkur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. 37. fundur skipulagsnefndar var haldinn 18. júní síðastliðinn og þar voru úrval mála á ýmsum tegundum. Þar var meðal annars málum 1 endurnýjun umsókn framkvæmdaleyfis vegna endurnýjunar hitustofni frá Orkuveitu Húsavíkur og skipulagsnefnd samþykkti útgáfu framkvæmdaleyfis og fól skipulagsfulltrúa að gefa það út með fyrirvara jákvæð umsókn Minjastofnunar. Annar lið var umsókn byggingarleyfi fyrir Kálfahús að Gautlöndum, þar sem sótt byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við norðurhlið fjós á Gautlöndum. Ekki deiliskipulagið gildi og þetta á landbúnaðarlandi samkvæmt aðalskipulagi og skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin og byggingarfulltrúa falið að gefa byggingarleyfi ef engar athugasemdir berast að fenginni jákvæðri umsögn umsagnar aðila og þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Mál nr. 3 er Vaglir fræðhús umsókn byggingarleyfi. Þar var sótt byggingarleyfi fyrir hús að óljósri stærð í landi Vagla og í aðalskipulagi er þetta skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota en ekki deiliskipulagið til. Framlögð gögn gáfu nokkra myndin þó ekki alveg nóga. Nefndinni fannst að hún bókaði að hún fól skipulagsfulltrúa að kalla til frekari gögnum varðandi form og staðsetningu og samþykkir að grenndarkynna áforminni fyrir landeigendum samkvæmt þegar gögn hafa borist. Einnig óskaði eftir umsögn Minjastofnunar. Fjórða mál er Nýpá vélaskemma. Það sem sótt var graftaraleyfi fyrir vélaskemma að stærð 490 til 625 fermetrum. Ekki deiliskipulagi til og þetta er landbúnaðarland samkvæmt aðalskipulagi. Nefndin bókar sem svo að nefndin getur ekki samþykkt graftaraleyfi á framkvæmd sem ekki hefur verið kynnt en miðað við framlögð gögn að fenginni byggingarleyfis umsókn. Samþykkir nefndin að heimila byggingarfulltrúa að grenndarkynna áformin hagsmunaaðilum og óska eftir umsókn Minjastofnunar og Vegagerðarinnar. Mál nr. 5 og 6 varða lóðarumsóknir við Lautaveg 12 og 14 þar sem trésmiðjan Sólbakki sækir lóð 12 og 14 og það sem Úrhéraði sækir lóð við Lautaveg 14 á Laugum. Þar sem málið hefur tafist vegna umfjöllunar úthlutunarreglur lóða sem voru samþykktar á 50. öðrum fundi sveitarstjórnar þann 28. nóvember síðastliðinn. Þess vegna erum við að taka málið aftur til umfjöllunar. Og í báðum málum er bókað þannig að í ljósi þess að málið hefur tafist er byggingarfulltrúa falið að hafa samband við umsækjendur og fá staðfestingu byggingar áforma. Í framhaldi af því verði umsóknir afgreiddar samkvæmt reglum úthlutun lóða í Þingasveit. Mál nr. 7 er merkjalýsing þar sem tekin er fyrir merkjalýsing frá Hákoni Jensinni merkjalýsanda fyrir hönd landeiganda Brúnar að stofnun lóðar undir núverandi einbýlishús og bílageymslur í jörðinni. Skipulagsnefnd leggur til sveitarstjórnar stofnun lóðarinnar Brún 3 verði samþykkt. Þinghúsið Maríugerði er 8. mál, umsókn breytta skráningu úr sumarhúsi í íbúð. Málið sótt að breyta skráningu þinghúsis Maríugerðis í Kinn úr sumarhúsi í íbúðarhús og breyta lóðinu úr sumarhús og lóð í íbúðarhúsalóð. Skráning hússins fyrir árið 2004 var íbúð. Skipulagsnefnd tók jákvætt í erindið á fundi 19. mars síðastliðið en óskaði eftir því að gerð væri grein fyrir heimreið og aðkomu þjónustuaðila sem var gert og bókan sem svo. Skipulagsnefnd samþykkir breytta skráningu þinghússins Maríugerðis í Kinn og felur byggingarfulltrúa að ljúka málinu en ítrekkar fyrir afgreiðslum nauðsyn þess að heimreið geti borið nauðsynlega umferð þjónustuaðila. Mál nr. 9 er Laugaból 2, umsókn breytingu í íbúðarhúsalóð þar sem sótt er að breyta skráningu á Laugabóls 2 í Reykjadal úr sumarhúsi í íbúðarhús og breyta lóðinni úr sumarhúsalóð í íbúðarhúsalóð. Skipulagsnefnd tekur jákvætt í breytingar á skráningu Laugabóls 2 og felur byggingarfulltrúa að grenndarkynna áformin og ljúka málinu ef engar athugasemdir berast.
Annað mál á sama toga er númer 10, Láfsgerði, umsókn breytingu í íbúðarhúsalóð. Þar sem sótt er að breyta skráningu Láfsgerðis í Reykjadal úr sumarhús í íbúðarhús og breyta lóðinu úr sumarhúsalóð í íbúðarhúsalóð. Og það er sama skipulagsnefnd bókar þannig að hún tekur jákvætt í breytingar á skráningu á Láfsgerði og felur byggingarfulltrúa Grændar kynna áformin og ljúka málinu ef engar athugasemdir berast. Mál númer 11 varðar Voga 1 stjórnsýslu ákæru vegna ákvörðunar breytingu á deiliskipulagi. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur borist kæra vegna ákvörðunar breytingu á deiliskipulagi Voga 1 í Mývatnssveit, breytingu frístundarhúsalóða í íbúðarlóðir. Gögn vegna málsins hafa verið afhent úrskurðarnefndinni og málið því eingöngu hér til kynningar. Mál númer 12 er Skógarhlíð 4, umsókn byggingarleyfi fyrir einbýlishús. Deiliskipulagsbreyting Skóga frístundabyggð þar sem stækkun byggingareits Skógarhlíðar 4 var stækkaður til austurs var grenndarkynnt og engar athugasemdir bárust og skipulagsnefnd leggur því til við sveitarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt. Næsta mál er númer 13 sem heitir Hver austan Námufjalls breyting á skipulagi. Það er tekin fyrir deiliskipulagsbreyting á Hver austan Námufjalls. Í tillögunni er lóð fyrir þjónustuhús færð 70 metra til norðausturs. Breytingin gerð til þess. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna fengnum jákvæðum umsögnum samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. 14. mál deiliskipulagsvinna fyrir Laxárstöðvar þar sem lögð er fram tillaga deiliskipulagi Laxárstöðva sem nær til virkjunarsvæðis í Laxá-Aðaldal. Skipulagslýsing var kynnt 28. nóvember til 19. desember 2023. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123 frá 2010. Skipulagsnefnd bendir einnig á að í lista yfir mannvirki er skráð mannvirki sem er ekki innan deiliskipulagsmarka og fer fram á lagfæring á því og hún hefur borist. 15. mál er beiðni með umsögn við endurskoðun aðalskipulags Svalbarðsstrandarhrepps. Það er tekin fyrir beiðni umsögn við vinnslutillögu nýs aðalskipulags sveitarfélagsins Svalbarðsstrandarhrepps. Skipulagsnefnd fór yfir gögnin og gerir ekki athugasemdir á svo stöddu. Máli vísa til sveitarstjórnar. Skipulagsnefnd fyrir skipulagsráðgjafa rétt eins og í öðrum málum á þessu tagi að yfirfara framlögð sveitarfélagamörk. Mál númer 16 er á sama toga, sveitarfélagið Hornafjörður óskar eftir umsögn þingasveitar á vinnslutillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi. Skipulagsnefnd fer yfir gögnin og bókar sem svo að hún ger ekki athugasemdir að svo stöddu. Málið er vísað til sveitarstjórnar. Hún felur jafnframt skipulagsráðgjafa að yfirfara framlögð sveitarfélagamörk. Mál númer 17 er gjaldskrár 2026. Farið yfir gjaldskrár sem heyra undir nefndina til undirbúnings fjárhagsáætlunar næsta árs. Á fundinum voru umræður gjaldskrár en ekkert bókað og umræðum verður framhaldið á næsta fundi. Mál númer 18 er Kvíhólsmýri deiliskipulag, breyting á skipulagi. Umsókn byggingarleyfi til að byggja við Kvíhólsmýri 1A til norðurs 5 metra var grenndarkynnt frá 19. maí með athugasemdarfresti til 16. júní. Umsögn barst frá Minjastofnun Íslands en engar aðrar athugasemdir bárust og því bókar skipulagsnefnd að skipulagsnefnd samþykkir erindið og felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar tilskilin gögn hafa borist. Að lokum er hér mál númer 19 Eyjafjarðarsveit óskum umsögnir varðar aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar. Það sem óskar eftir umsögn við skipulagslýsingu. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún gerir ekki athugasemdir að svo stöddu og vísar málinu til sveitarstjórnar. Þá hef ég lokið yfirferð fundargerðar skipulagsnefndar. Takk. Við þökkum Knúti fyrir yfirferðina á fundargerð skipulagsnefndar. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þriðji liður á dagskrá í dag er fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar Þingeyjarsveitar. Liggur fyrir sveitarstjórn til staðfestingar fundargerð 37. fundar. 20. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 10. júní.
Fundargerðin í 6 liðum og það liður númer 4 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og sérstakur liður á dagskrá fundarins. Á dagskrá atvinnu- og nýsköpunarnefndar voru eftirfarandi liðir. Númer 1, það var nýsköpun, fréttir af starfseminni. Ingólfur Bragi Guðmundsson, framkvæmdastjóri Nýsköpunar EHF og Júlía Katrín Björke komu til fundar og kynntu starfsemi félagsins. Nefndin þakka góða og áhugaverða kynningu og óskar nýsköpun velfarnaðar í sinni vinnu. Nefndin beinir því til sveitarstjórnar að greiða götur fyrirtækisins til að efla atvinnu og búsetu í Þingeyjarsveit. Liður númer 2 var markaðsátak Þingeyjarsveit. Úlla Árdal, framkvæmdastjóri Mývatnsstofu, kom til fundar og kynnti fyrirhugað markaðsátak Þingeyjarsveitar. Nefndin þakkaði Úllu fyrir góða kynningu og megi markaðsátaki ganga sem best. Liður númer 3, það var umræða gjaldskrár fyrir árið 2026 og þær lagðar fram. Nefndin gerir ekki athugasemdir við gjaldskrárnar. Liður númer 4, það snjómokstur í Þingeyjarsveit og verði sérstaklega tekið fyrir á dagskrá sveitarstjórnar hér á eftir. Liður númer 5, Flateyjardalsheiði. Á 58. fundi sveitarstjórnar var því beint til atvinnu- og nýsköpunarnefndar að hefja undirbúning framtíðarsýn á nýtingu Flateyjardalsheiðar til framtíðar. Nefndin vísa málinu áfram til vinnu nefndarinnar við atvinnustefnu sveitarfélagsins sem nefndin mun hefja á haustdögum. Og 7. liður, atvinnu- og nýsköpunarnefnd starfsáætlun. Það voru lagðar fram drög að starfsáætlun atvinnu- og nýsköpunarnefndar fyrir ágúst 2025 til janúar 2026 og samþykkti nefndin fyrirliggjandi starfsáætlun með áorðnum breytingum. Og þá yfirferð fundargerðarinnar lokið. Einhver sem vill taka til máls? Og svo ekki. Þannig að við höldum áfram með dagskrá sveitarstjórnarfundarins og það dagskrárliður númer 4 sem skýrsla sveitarstjóra og það Ragnheiður Jóna sem ætlar að fara yfir það sem helst hefur verið drifið á hennar daga. Takk fyrir. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Íbúafjöldi nú komin í 1588 og frá áramótum hefur íbúum fjölgað 47 eða voru þá 1541. Í gær fékk ég góða heimsókn frá fulltrúum Geosílika þar sem ég fékk tækifæri til að segja þeim frá sveitarfélaginu og þau kynntu sínar fyrirætlanir. Hefja á bygging á húsnæði fyrir starfsemina í sumar vonir standa til að það klárist í haust og þá ætla þau að flytja alla framleiðslun á Þeistareykji og hefja starfsemi þar á árinu og við vonum að þessi áform gangi eftir. Það byrjaði innleiða vinnustund og skrifstofu sveitarfélags og gengur það nokkuð vel og mun innleiðingi aðra stofnanir halda áfram í haust. Vinna við loftslagsstefnur og lokametrónum og liggja drög fyrir sveitarstjórn í dag. Framkvæmdir við göngu- og hjólreiðastíg ganga vel, búið að malbika fyrsta áfanga sumarsins og það búið að malbika sorpplanið við Grímsstaði og vegurinn á svæðinu hefur verið lagaður. Búið að panta aðstöðu, hús þar og lýsingu en beðið eftir rafvirkja til að ganga frá rafmagnin og svæðið. Hafin endurnýjun á gömlu lögnunum við Reykjahlíðarþorp sem hafa verið okkur erfiðar síðasta árið og nú búið að loka Miklagarhúsnæðið af og búið að hreinsa það og þá eftir að koma þar upp lítilli eldhúsinnréttingu en það verður hægt að hefja starfsemi þar mjög fljótlega. Unnið að gera útboðsgagna vegna sorpútboðs og liggur hér fyrir fundinum í dag verklýsing. Það var sótt 3 styrki Orkusjóð og 2 styrki í verkefnið Jarðhiti jafna leikinn og von á svörum í byrjun júlímánaðar. Það hefur verið mikið að gera á skipulags- og byggingarsviði enda aðal framkvæmdatíma ársins hjá einstaklingum og fyrirtækjum. Við auglýstum eftir starfsmanni í stöðu verkefnastjóra Veitna. Við náðum ekki að ráða starfsmanni það en höldum áfram að leita lausna. Nú stendur yfir tæming rótþróa í sveitarfélaginu og gengur það nokkuð vel og almenn ánægja virðist vera með seyruþekjuna á kortasjá sveitarfélagsins, bæði hjá starfsfólki og íbúum, því að það hægt að fylgjast með og sjá hvenær rótþræðnar eru tæmdar og hvort einhver athugasemdir hafi verið að gengja þeim.
Svo eru starfsmenn áhaldahússins að slá og snirta opin svæði í sveitarfélaginu til að gera allt huggulegt hjá okkur. En það hefur farið mikil tími að leita að flokkstjóra unglingavinnuna, þar sem engin umsókn barst. Og farið var að skipuleggja önnur úrræði en nú í vikunni tókst það ráð af flokkstjóra og byrjar unglingavinnan því í næstu viku. Sviðsstjóri fjölskyldssviðs er að vinna með skólaþjónustunni að umsókn í nýjan farsældasjóð en umsóknarfrestur þar er 30. júní næstkomandi. Það er búið að fullmanna alla leikskólana nema Krílabæ, þar er framlengdur umsóknarfrestur til 7. júlí. Mönnun skólana fyrir haustið er að mestu klár eftir að ráðin í mötuneytin aðalega aðstoða fólk og verið er að auglýsa þau störf. Norðurorka heimsótti okkur í maí og fundaði með framkvæmdasviði og sveitarstjóra og voru þeir að kynna sér fyrir og höra framkvæmdir í sveitarfélaginu og upplýstu okkur framkvæmdar áform sem þeir hafa. SSNE boðaði til fundar með RÚV og fulltrúum sveitarfélaginu mótun landsbyggðarstefnu og sátu ég og Úlla Árdal fundinn sem var upplýsandi og þar fengum við tækifæri til að koma okkar sjónarmiðum á framfæri. Ég og varaoddviti voru viðstödd undir samnings vegna hjúkrunarheimilis á Húsavík og það var ánægjuleg stund og mikilvægt að þetta mál færi að komast á skrið. Við höfum fundað með fulltrúum Eflu vegna umferðaröryggisáætlunar. Einnig var haldinn annar samráðsfundur þar sem drög voru kynnt og farið yfir framkvæmdaáætlun og forgangsverkefni. Nú er áætlunin tilbúin til að fara fyrir skipulagsnefnd og verður lögð þar fyrir næsta fund. Lögreglustjóri og fulltrúar hans kom í sinna árlega heimsókn og fundið með stjórnendum og fóru yfir ýmis mál sem tengja störfum þeirra. Ánægjulegt er að fulltrúum í lögreglunni hefur fjölgað og eru komið 5 stöðugildi í samfélagslöggæslu og þeir aðilar hafa meðal annars heimsótt skóla og verið með fræðslu og þeir eru farnir að miklu meira sýnilegri bæði hér á svæðinu og inn í Eyjafirði. Og það er líka ánægjulegt frá því að segja að í sumar verður löggæsla á hálendinu en á síðast ári þurfti að fella hana niður vegna fjárskorts. Við áttum ágætisfund með fulltrúum umhverfis- og loftslagsráðuneytisins, Náttúruverndastofnun og Náttúrufræðistofnun vegna beiðni okkar friðun hverasvæðisins á Þeistareykjum og var þessi fundur hugsaði til samráðs við þessar stofnanir og til upplýsingagjafar til ráðuneytisins. Við áttum góðan fund í samráðshópi Landsvirkjunar og þar fengum við þær góðu fréttir að undirrætti samkomulag við Geosílika og Mýsköpun og höfum við fært fréttir af því á okkar miðlum. Það var vorfundur almannavarnanefndar var haldinn og liggur fundagerð fundarins fyrir sveitarstjórn í dag til kynningar. Í byrjun júní var sett á hér óvissustig almannavarna vegna mögulegra skriðuhættu og var þá fundað reglulega með sveitarfélögunum og óhætt er að segja að sé vel haldið utan almannavarnir hér á svæðinu og gott fólk í brúnni hjá lögreglustjóranum. Staðfundur stjórnar SSNE var haldinn í byrjun júní og liggur fundagerð fundarins fyrir sveitarstjórn hér í dag. Fulltrúar Þingeyjarsveitar fóru til fundar við sveitarfélög í Þingeyjarsýslum þar sem að rætt var mögulegt samstarf sveitarfélaga í Þingeyjarsveit. Ég satt svo afmælisráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga og í tengslu við ráðstefnuna fengu sveitarstjórar og framkvæmdastjóri SSNE fund með forsætisráðherra. Þar fór framkvæmdastjóri SSNE yfir tækifæri og áskoranir á Norðurlandi eystra. Þetta var góður fundur og gátu fulltrúar sveitarfélagana komið sínum áherslum þarna á framfæri við forsætisráðherra. Það var mikið dýrðir hér á 17. júní og var hátíðin haldin í Íþróttahúsinu og Laugum. Á hátíðinu voru menningarverðlaun Þingeyjarsveitar veitt og voru það hjónin Ásdís Erla og Ingvi Ragnar sem hlutu þau að þessu sinni. Einnig voru umhverfisverðlaun veitt en þau hlutu ábúendur á Kvíabóli. Ég fundaði með undirbúningshóp byggðaráðstefnu sem haldin verður í Þingeyjarsveit á haustdögum. Ég átt fund með lögreglustjóranum vegna tónlistarhátíðarinnar voru í Vaglaskógi en hér í dag liggur fyrir beiðni leyfi fyrir hátíðinni. Við áttum síðan fund í menntamálaráðuneytinu nokkur hér úr sveitarfélaginu vegna Tröllasteins þar sem búið óska eftir að ríkið eignist bygginguna til að tryggja framtíðar grundvöll skólans. Þetta er svona það helsta sem hefur verið en auk þess ef ég seti fjöldamarga fundi og fengið gesti og símtöl. Þetta er svona helsta frá síðast sveitarstjórnarfundi. Takk. Já, við þökkum sveitarstjóra fyrir þessa yfirferð. Er einhver sem vil taka til máls? Og svo er ekki. Þá heldum við áfram með dagskrána og það er 5. dagskráliður
sem er kosning oddvita og varaoddvita. Í 7. grein samþykkta stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar er kveðið á að kjósa skuli oddvita og varaoddvita til eins árs í senn. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Árni Pétur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Ég geri það tillögu minni að það verði bara óbreytt yfirstjórn, yfir sveitarstjórn. Þetta hefur gengið ágætlega þannig að ég sé í raun og veru enga ástæðu til þess að skipta forystu. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Og svo er ekki, og það er framkomin tillaga óbreytt hlutverkaskipti, Gerði Sigtryggsdóttur sem oddvita og Knút Emil Jónasson sem varaoddvita. Og þeir sem að geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt með 6 atkvæðum meirihluta og það eru Haraldur, Halldór og Eyþór sitja hjá og óskið eftir að gera grein fyrir hjásetu og óska ekki eftir að gera grein fyrir hjásetu. 7. liður er ársreikningur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur til seinni umræðu ársreikningur Þingeyjarsveitar 2024 og já, það er spurning með að ég lesi upp hér svona helstu tölur sem að síðan væri þá kosið sem bókun með þessum dagskrálið. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins í A og B hluta var jákvæð, umstefna 188,5 milljónum króna og rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð sem nam 159,6 milljónum króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun 2024 með viðaukum var gert ráð fyrir 3,9 milljón króna neikvæðri niðurstöðu í A og B hluta. Niðurstaðan er því 192,4 milljónum hagstæðari en áætlað var og hagstæðir 66,3 milljónir heldur en niðurstaða ársins 2023 sem var jákvæð 122,2 milljónir. Samanlagðar rekstrartekjur í A og B hluta á árinu námu 2.722,2 milljónum króna en þar af námu rekstrartekjur A hluta 2.571 milljón. Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 með viðaukum var gert ráð fyrir rekstrartekjum sem næmu 2.541,4 milljónum króna í A og B hluta. Rekstrartekjur eru því 180,8 milljónum króna hærri en áætlun gerði ráð fyrir eða sem nemur 7,11%. Rekstrargjöld A og B hluta, það er laun og launatengd gjöld og annar rekstrakostnaður, námu samtals 2.334,7 milljónum á árinu. Þaraf eru laun og launatengd gjöld 1.434,2 milljónir og annar rekstrakostnaður eru 900 milljónir eða 900,5 milljónir. Fjárhagsáætlun með viðaukum gerði ráð fyrir rekstragjöldum sem næmu 2.307,4 milljónum, þar af laun og launatengd gjöld 1.417,4 milljónir og önnur rekstragjöld áætluð 890 milljónir. Laun og launatengd gjöld ársins eru því 16,8 milljónum yfir því sem áætlun gerði ráð fyrir og annar rekstrakostnaður 10,5 milljónum krónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Fjöldi ársverka voru 110 og fækkaði þeim 5 frá fyrra ári. Fækkun ársverka stafar að mestu leyti vegna minni umsvifa hjá dvalarheimili aldraðra en samkvæmt nýlegum reglum að þá ber sveitarfélaginu að taka eignarhlut sinn í dvalarheimilinu inn í sinn rekstur sem eru 1/3 af dvalarheimilinu. Meðal hækkun launa á árinu var 7% á meðan launavísitala opinberra starfsmanna og starfsmanna sveitarfélaga
hækkaði 6,7% á árinu 2024. Afborganir langtímalána námu 152,8 milljónum á árinu en áfallnar verðbætur 55 milljónir. Engin ný lán voru tekin á árinu og því heildarlækkun langtímalána 98 milljónir að teknu tilliti til áfallinna verðbóta. Samkvæmt sjóðstreymisyfirliti samstæðu á árinu 2024 nam veltufé frá rekstri 361,6 milljón króna á móti 307,2 milljónu króna árið 2023. Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum námu 282,8 milljónum á árinu. Eigið fé í árslok nam 1.321,4 milljónum fyrir A og B hluta samanborið við 1.115,2 milljónir árið áður. Eiginfjár hlutfall A og B hluta nemi 42,1% í árslok, sama hlutfall í lok árs 2023 var 36,8%. Veltufjár hlutfall lækkar lítillega á milli ára og nú 0,78% en var 0,93%. Skuldaviðmið A og B hluta samkvæmt reglugerð fjármál sveitarfélaga 50,6% í árslok en var 54,1% í árslok 2023. Skuldahlutfall sveitarfélagsins A og B hluta 66,7% í árslok 2024 en var 74,7% í árslok 2023. Í ljósi niðurstöðu ársreiknings 2024 full ástæða til bjartsýni til framtíðar og sveitarstjórn færir stjórnendum og starfsmönnum bestu þakkir fyrir þeirra framlag til ábyrgs reksturs og góðra þjónustu og sveitarstjórn þakkar einnig endurskoðendur fyrir gott samstarf við gerð ársreiknings. Nú orðið laust ef að einhverjir taka til máls. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Það náttúrulega auðvitað ekki hægt annað en að koma hér upp og fagna þegar svona glæsileg niðurstaða liggur fyrir og auðvitað ber að þakka starfsfólki sveitarfélagsins sem hefur náttúrulega spilað vel úr og unnið góða vinnu. Nú auðvitað má ekki missa sig í gleðinu neitt samt þó svo að niðurstaðan sé góð. Það náttúrulega styttist í, ef ég man rétt, og þá eru 2 ár eftir af framlögum frá jöfnunarsjóði vegna sameiningarmála og svo náttúrulega eigum við talsverða innviði í þessum sveitarfélagi sem eru í skuld, en þetta gefur okkur andrými til þess að gera síðan aftur metnaðarfulla og ábyrga fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun gerðin náttúrulega þetta liggur fyrir núna, þannig að ég bara óska okkur öllum til hamingju með þetta bara glæsilegt. Takk fyrir mig. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta búið að vera svolítið þungt til að byrja með. Ég verið aðeins að koma inn með innlegg í þetta. Ég var að vonast þetta betri niðurstöðu af því að ég var búin að lofa sjálfum mér ég myndi malbika í Knústaði áður en kjörtímabilið væri búið. Það ennþá tækifæri. En ég bara tek undir takkir til starfsfólks því að þetta auðvitað ekkert annað en fyrirtæki og umfangsmikill og flókinn rekstur og við erum uppfull alla daga að taka ákvarðanir nice to have og need to have eins og komum fram hér í dag hvað við þurfum að gera lögbundið og hvað við getum mögulega gert annað og það verður mun svolítið reyna á íbúa í máli þessu tengdu sem er að fara af stað sem sorp mála liðurinn. Það einmitt þetta viljum við hafa opið á svæðunum 24/7 og það kostar peninga. Þetta akkurat þessi millivegur sem við erum að reyna að finna og það hefur bara tekist ágætlega síns mér. Takk. Með leyfi varaoddvita þá vil ég taka undir bara hamingju óskir til okkar allra. Ég held að þetta sé mjög góð niðurstaða sem hefur náðst og náttúrulega sérstakar þakkir til starfsfólks sveitarfélagsins sem hefur unnið ötullega að þessum góða árangri og eins og fram kom
hjá Árna Pétri eða Knúti, man það ekki alveg, að þá eru innviðirnir miklir sem að eru til í þessu sveitafélagi og náttúrulega sveitafélagi stækkaði með sameiningu og þar með margfölduðust eignirnar og það eru náttúrulega heilmikil innviðaskuld sem er náttúrulega gríðarlega vinsælt að tala þessi misserinn, en þetta er alveg veruleiki og ég held að þessi staða sem að hefur náðst, að hún er að gera sveitafélagið mun sterkara til þess að fara skipulega í sem sagt framkvæmdir við að viðhalda sínum innviðum og það er búið að vera mikið starf í gangi til þess að meta hvernig innviðirnir eru staddir og hvað þarf til og það er komin 10 ára áætlun viðhalds- og endurnýjunarframkvæmdir á veitum sveitafélagsins og svona munum við halda áfram því þetta skiptir gríðarlega miklu máli að vita svona aðeins fram í tíman, alveg eins og bara með okkar eigin heimili, að við vitum sirka hvenær við þurfum að fara að mála gluggana og hvað við þurfum að gera til þess að ekki fara að leka og svo framvegis. Þannig að ég held að við séum bara, sveitafélagið sé bara í virkilega góðri stöðu til þess að fara að byggja sig upp svona innanfrá og viðhalda sínum innviðum, byggja þá upp og þess áttar. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum ársreikning 2024? Og svo er ekki, þá vísa ég í áður upplesna bókun þar sem farið var yfir helstu niðurstöður reikningsins og þeir sem að geta samþykkt hana vinsamlega gefið merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 7. dagskrárlið sem er fjárhagsáætlun fyrir 2026. Fyrir sveitastjórn liggja drög að tímalínu vegna vinnu við fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls hér. Svo er ekki, þá með leyfið var ódýta. Þetta er mjög mikilvægt að hafa þessi viðmið og til þess að við getum haldið vel á spöðunum í þeirri vinnu sem er framundan og þetta er í rauninni, þessi vinna er að hefjast og eins og við sáum að fundargerðin nefnda þá hafa nefndirnar verið að byrja að skoða gjaldskrárnar með tilliti til þess hvort að einhverju þurfa að breyta fyrir næsta ár og síðan gerist þetta svona koll á kolli og þetta er að fara inn í nefndirnar og koma síðan til sveitarstjórnar og forstöðumanna og sviðstjóra fram á haustið. Þannig að fyrir hönd sveitarstjórnar þá þökkum við fyrir þessa vinnu. Og ef það er enginn sem vill taka til máls hér þá er lögð fram hér bókun að sveitarstjórn samþykki framlega drög að tímalínu fyrir gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2026 og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs og sveitarstjóra að leiða vinnu við fjárhagsáætlunargerð eftir framlagðri áætlun. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá í dag er Grenjaðarstaður stækkun kirkjugarðs. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá sóknarnefnd Grenjaðarstaðar kirkju er varðar stækkun kirkjugarðsins. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls þarna. Árni Pétur, gjör svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er auðvitað bara eitt af þessum verkefnum sem er lögbundið hjá okkur. Það er okkur lögbundið að taka þátt í þegar er verið að stækka kirkjugarða. Og þetta snýr einfaldlega það að sveitarfélagið eigi samtal það að tryggja garðinum land. Og þannig að þetta er nú svona nokkuð blátt áfram bara þetta mál. Það er bara að fela sveitarstjóra að ganga til samninga við landeigendur það að tryggja land undir þetta. Takk fyrir.
eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Þá lögð til hér eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn þakkar sóknarnefnd erindið og felur sveitarstjóra að ræða við landeigendur og þjóðkirkjuna. Að öðru leyti vísar sveitarstjórn erindinu til fjárhagsáætlunar 2026 og þeir sem að geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í þetta dagskrálið númer 9 og það aðalskipulag 2023 til 2043. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að svörum skipulagsnefndar við ábendingum skipulagsstofnunar við tillögu að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar fyrir auglýsingu. Og orðið laust, Knútur, gjörðu svo vel. Oddvíti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þingeyjarsveit sendi með erindi dagsettu 19. febrúar síðastliðin tillögu að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar til athugunar hjá Skipulagsstofnun. Í framsettum viðbrögðum Skipulagsstofnunar í skipulagsgátt 19. mars síðastliðin kemur fram að Skipulagsstofnun telur sig ekki geta afgreitt málið innan tilskilins frests vegna umfangs aðalskipulagsgagna og fjölda umsagna og athugasemda og vegna verkefnaálags hjá stofnuninni og var óskað eftir því að lögð yrði fram samantekt á umsögnum og athugasemdum við vinnslutillögu og viðbrögðum sveitarstjórnar við þeim. Vinnugögn skipulagsnefndar varðandi viðbrögð við athugasemdum sem bárust við kynning á vinnslutillögunni, sem altså ekki þessi sem ræðir heldur fyrri tillaga, voru einungis unnin sem vinnugögn sem samantekt til samskipta við skipulagsráðgjafa og sem grunnur að viðbrögðum við þeim athugasemdum sem koma síðan fram við þessa kynningu. Þar að segja, okkur ber ekki að svara athugasemdum fyrr en við auglýsing á kynningunni, tillögunni sjálfri. Og því gátum við ekki orðið við því að leggja þeim til þessi svör nema að leggja það talsverða vinnu og það var ákveðið að fara ekki það. Í framhaldi fengum við athugasemdir Skipulagsstofnunar við aðalskipulagstillögunni í 2 bréfum, dagsettum 3. apríl og 13. maí síðastliðin. Þessi gögn eru aðgengileg inn á skipulagsgátt. Skipulagsnefnd fundaði 21. og 23. apríl og stilti upp svörum og sendir hér með til staðfestingar í sveitarstjórn. Og þar að auki vísað til sveitarstjórnar að bregðast við athugasemd Skipulagsstofnunar varðandi orkuframleiðslu í sama skjali. Og mig langar til að biðja sveitarstjórn að leggja staðfesta svör skipulagsnefndar og koma svo fram með sína eigin svöru þessari aukaspurningu sem við lögðum fram. Takk. Já, við þökkum Knúti fyrir þessa yfirferð og útskýringar. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Birgir, hvað segir þið? Já, viltu taka til máls? Já, ok. Það þannig að eins og Knútur nefndi að þá reiknað með því að við skulum afgreiða þetta í 2 lagi í rauninni. Í fyrsta lagi að þeir sem að geta samþykkt að gera svör skipulagsnefndar að undanskildri þessari spurningu varðandi orkumálin að sínum vinsamlega skefi merki. Og sveitarstjórn samhljóða sammála það að gera svör skipulagsnefndar að sínum, enda svarar skipulagsnefnd í raun ekki þessari spurningu skipulagsstofnunar sem beint sérstaklega til sveitarstjórnar. Þá erum við komin, fyrirgefðu, Eyþór. Viltu ekki, já, Eyþór vill fá að taka til máls, gjörðu svo vel. Kannski, oddviti, sveitarstjórnar fólk, kannski þurfum við að endurtaka þessa atkvæðagreiðslu. Ég lít svo á að við séum að samþykkja þessi svör skipulagsstofnunar í heild sinni og ekkert skipulagsnefndar í heild sinni og ekkert undanskili þar undan og síðan komu mögulega með sérbókanir málið
Þannig að ég held að við bara samþykjum svör skipulagsnefndar, en það eru þau góð og það ekkert þar sem ég ósáttur við. Já, ok. Þá skulum við bara taka annan hring og í rauninni bara að þeir sem geta tekið undir svör skipulagsnefndar og gert þau að sínum vinsamlega skeiðamerki. Það eru allir sem taka undir og gera svör skipulagsnefndar að sínum. Að auki bókar meirihluti sveitarstjórnar varðandi spurningu skipulagsnefndar orkuframleiðslu og bókunin eftirfarandi. Er ekki rétt að koma fram með spurninguna? Hvaða spurningu það var sem skipulagsnefndin beinir til sveitarstjórnar? Jú. Má ekki taka aðeins? Jú, Knútur ætlar aðeins að fá óskar eftir að fá taka til máls. Þetta svolítið snúið mál. Oddviti ágættu sveitarstjórnar var bara ekki nú skýr. Sem sagt, það komu þessar fjöldamörg athugasemdir skipulagsstofnunar og við svörum því í brefi sem hér til umfjallarinnar. En það hins vegar einn liður sem heitir orkuframleiðsla og svo ég vitni nú í ábendingu skipulagsstofnunar, þá hljómar það svona: Skipulagsstofnun beinir því til sveitarstjórnar að færa skýr rök fyrir því að falla frá áformum virkjun og þar með komi í veg fyrir að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar fái tækifæri til að hafa aðkomu að ákvörðuninni í gegnum lýðræðislegt samráðsferli við endurskoðun aðalskipulagsins. Og svar skipulagsnefndar var þannig í þessu brefi: Sveitarstjórn hefur fjallað málið og meirihluti sveitarstjórnar samþykkti þá stefnu að Skjálfandafljót yrði virkjað og því virkjunin ekki virkjað og því virkjunin ekki aðalskipulagi. Skipulagsnefnd beinir því til sveitarstjórnar að svara athugasemdum skipulagsstofnunar. Að öðru leyti, þetta var eina spurningi sem við beindum þannig til skipulagsstofnunar. Takk. Það bara nauðsynlegt að hafa hlutina kýrskýra og ég tel að nú séu þeir alveg kýrskýrir. Við erum búin að gera svör skipulagsnefndar að okkar og hér svar meirihluta sveitarstjórnar við þessari spurningu og það sem kom kannski ekki fram hjá Knúti að það að þetta varðar einbúavirkjun. Af því að þeir tala einbúavirkjun fyrr í þessari klausu í erindinu og síðan talaður virkjun. Bókun eða svar meirihlutans eftirfarandi. Vísaði til skipulagsvinnu sem hófst árið 2020 vegna einbúavirkjunar. Þann 29.5.2022 sameinuðust sveitarfélögin Þingeyjarsveit eldri og Skútustaðahreppur undir nafni nýrrar Þingeyjarsveitar. Ný sveitarstjórn hins nýja sveitarfélags tók við gerð vinnslutillögu aðalskipulags hins sameinaða sveitarfélags. Vinna við aðalskipulag fyrir Þingeyjarsveit grundvallast á markmiði skipulagslaga. Markmið skipulagslaga eru meðal annars að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, samanber B-liður 1. greinar skipulagslaga. Ljóst að hugmyndir mismunandi landnotkun geta falið í sér að markmiðin birtast sem gagnstæð sjónarmið. Við afgreiðslu aðalskipulags það verkefni sveitarstjórnar að taka ákvörðun vægi sjónarmiða og setja fram stefnu sveitarstjórnar landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar vísar til niðurstöðukafla álits skipulagsstofnunar frá 31.7.2020 mat á umhverfisáhrifum einbúavirkjunar í Skjálfandafljóti. Þar segir meðal annars: Í áliti skipulagsstofnunar á matskyldu vegna einbúavirkjunar dagsett 31. júlí 2020 segir að skipulagsstofnun telji að matskýrslan uppfylli að mestu skilyrði laga og reglugerðar mat á umhverfisáhrifum og að umhverfisáhrifum hafi verið lýst á fullnægjandi hátt. Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif framkvæmdarinnar felist í breyttu yfirbragði nærsvæðisvirkjunarinnar með tilkomu ýmissa mannvirkja sem koma til með að breyta ásýnd hefðbundins landbúnaðarhéraðs í svæði sem ber einkenni iðnaðarsvæðis með umfangsmiklum skurðum fyrir aðveitu og fráveitu, stöðvarhús, vegum og brúm sem á stíflum og inntaksvirkjum. Fyrir liggur að fyrirhugaðar framkvæmdir
munu raska eldhraunið sem nýtur sérstakra verndar samkvæmt lögum náttúruvernd og forðast ber að raska vegna brýnna nema tilkomi brýnir almannahagsmunir sem í greinargerð með núgildandi náttúruverndarlögum hafa verið túlkaðir sem brýnir almannahagsmunir. Skipulagsstofnun telur að ekki hafi verið sýnt fram á brýna nauðsyn fyrir röskun hraunsins og telur stofnunin að setja verði það sem skilyrði við leyfisveitingar að ítarlegri rökstuðningur liggi fyrir. Tilvitnun lýkur. Meirihluti sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar telur ekki að brýnir almannahagsmunir standi til þess að setja einbúavirkjunin og aðalskipulag enda eru möguleikar til aukinnar orkuvinnslu í Þingeyjarsveit umtalsverðir. Uppsett afl í virkjunum Landsvirkjunar í sveitarfélaginu er 182 megawatt og með stækkun Þeistareykjavirkjunar verður uppsett afl í sömu virkjunum 250 megawatt. Er að ræða landsvæði sem nú þegar hefur verið fórnað til raforkuframleiðslu og umhverfisáhrif þar af leiðandi hverfandi umfram það sem nú er. Að framansögðu þjóni það ekki almannahagsmunum að fórna óraskuðu vatnasviði Skjálfandafljóts fyrir 9,8 megawatta raforkuframleiðslu. Og þar með lýkur svari meirihlutans og ég óska eftir því að þeir sem að standa að baki þessu svari gefi merki að þeir staðfesti að það verði sent til stofnunarinnar og það er samþykkt með 6 atkvæði meirihluta. Eyþór, varst þú búin að gjöra svo vel? Oddviti, það kemur fram einhvers staðar í sveitarstjórnarlögum að bókanir eiga að vera stuttar. Þessi var það ekki, en allt í góðu með það. Þarna er talað meðal annars orkuframleiðslu annars staðar í sveitarfélaginu. Mér finnst það ekki viðeigandi að segja að við ætlum að hafna þessu á þeim grundvelli að það er verið að framleiða orku annars staðar í sveitarfélaginu. Og sömuleiðis, það er svona það sem ég hef helst út á þessa bókun að setja, en ég vil leggja fram hérna sérbókun frá minnihluta sem er sérhljóðandi. Við undirritaðir tökum undir athugasemdir Skipulagsstofnunar einbúavirkjun. Með því að setja hana ekki inn á vinnslutillögu aðalskipulags var komið í veg fyrir að íbúar og aðrir hagsmunaaðilar fengju tækifæri til að hafa aðkomu að ákvörðuninni í gegnum lýðræðislegt samráðsferli við endurskoðun aðalskipulagsins. Eyþór Kári, Halldór Þorlákur og Haraldur Bóasson. Eru fleiri sem að vilja tjá sig þetta mál? Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn, ég ætla bara að fá að halda uppteknum hætti að fá að rýna bókanir annara. Ég get svo sem tekið undir að bókun meirihlutans var frekar löng, hinn var frekar stutt, svo það sé sagt, en ég vil bara fá að benda á það í þessu samhengi að það er eitthvað stórkostlega skrítið við það að meirihluti sveitarstjórnar leggi fram áform virkjun í aðalskipulagi og meðan aðalskipulag er stefnumarkandi frá sveitarstjórn. Það að sveitarstjórn setji ekki eitthvað inn á skipulag er stefnumarkandi aðgerð. Meirihluti sveitarstjórnar vill ekki láta virkja Skjálfandafljót. Þá fer það ekki inn í aðalskipulag. Punktur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo er ekki. Knútur, gjörðu svo vel. Ég ætla bara aðeins að oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta er bara í besta mál og þá ljúk við væntanlega fljótlega þessu og komum þessu frá okkur til Skipulagsstofnunar. Stundum hefur við haft orð á því að þetta sé tímafrekt ferli. Auðvitað spilar það þar inn í að við búum við það að haga fundarstörfum eftir vexti. Við erum ekki þannig samfélag að við fundum vikulega, þannig að
auðvitað detta inn vikur sem að líða milli funda, milli samþykta á þarfundu göttunum en hins vegar þá má nú svona segja það að í kjölfar þess að við sendum þetta þá munum við vantanlega fara í auglýsingarferli en vantanlega ekki fyrir þá með haustinu og þá hyggjumst við fara einmitt svolítið með kynningarfundi og því slíkt varðandi málið. Við fáum frí í júlí vantanlega en svo fyrir við að huga þessu með haustinu. Þannig ég bara þakka fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki, þá ljúkum við umræðu þessi svör til skipulagsstofnunar og förum yfir í 10. lið. Það eru áform burðarþolsmat í Eyjafirði. Í umræðu hefur verið að framkvæma skuli burðarþolsmat fyrir Eyjafjörð og Skjálfanda með tilliti til mögulegs sjókvíaeldis. Málið sett á dagskrá að beiðni Árna Péturs Hilmarssonar og orðið laust. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Og þetta á geta setjast hérna fólk. Það er vitlaust heldur hérna í inngangnum. Það er Eyjafjörður og Öxarfjörður. Sko, þetta mál, svona þannig ég geri aðeins grein fyrir þessu, kemur til út af því að atvinnuvegaráðherra segir það opinberlega á fundi að það sé rétt að fari fram burðarþolsmat á Eyjafirði og Öxarfirði með tilliti til þess hversu mikið sjókvíaeldi þeir geta borið. Og vandamálið í mínum huga er það að sveitarfélögin sem eiga land að hafsvæði hafa engin ráð yfir hafsvæðinu. Þess vegna skapast aðstæður eins og gerðist í Seyðisfirði, þar sem að verður hatrám barátta eitthvað sem á að setja niður í vanþökk meirihluta íbúa. Og bara til þess að hafa þá á hreinu að þá búum við að gríðarlegum náttúrugæðum hér í okkar sveitarfélagi og þar sem að gerist inn í Eyjafirði hefur gríðarleg áhrif á okkur. Það eru bara 50 kilometrar fyrir skagan og það náttúrulega hefur veiðst eldislax af hreinum uppruna í Laxá Jaðardal. Áhættan er raunveruleg og þrátt fyrir það að í dag sé bara rekið sjókvíaeldi á Vestfjörðum og Austfjörðum, þá sjáum við það að þarna fer hann yfir 300 km leið og ratar upp í á sem hann á ekki heima í. Nú, í Þingeyjarsveit, þar eigum við fjölmargar mjög verðmætar ár og það er náttúrulega skylda okkar sem sveitarstjórnarmanna að standa vörð þessar ár og líffræðilegan fjölbreytileika og þessi hlunnindi sem við eigum. Og þess vegna finnst mér það mikilvægt að sveitarfélagið okkar sendi frá sér ályktun þetta mál vegna þess að þetta er tækifærið okkar núna til þess að andmæla þessu áður en að burðarþolsmat fer fram. Leið og burðarþolsmat hefur verið fram að þá er samkvæmt regluverkinu ekkert til fyrirstöðu fyrir fiskeldisfyrirtæki að fara að sækja leyfi og eftir það höfum við ekki neitt ferlið að segja. Og við viljum ekki lenda í því að lenda í sömu stöðu eins og Seyðfirðingar, þannig að ég tel það mjög mikilvægt í þessu máli að við semjum bókun og látum í okkur heyra að þetta er iðnaður sem við viljum ekki hafa nálægt okkur. Og það er náttúrulega ekki nóg með að þetta sé líffræðilegu fjölbreytileiki, þetta séu hlunnindi sem hafa verið stunduð hér frá landnámi, heldur er þetta náttúrulega líka í kringum allar þessar ár sem að hér er gríðarlega stór atvinnustarfsemi. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo. Eyþór, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara oddviti. Ég vil þakka Árna Pétri fyrir að setja þetta mál á dagskrá og fyrir að kynna það svona fyrir okkur og vekja athygli á því. Þetta er bara, og ég tek undir með honum að við þurfum að skoða þetta og semja bókun og láta í okkur heyra. Orðið er laust. Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já,
oddviti sveitastjórnar fólk. Ég vil bara taka undir með Árna Pétri og Eyþóri og þakka fyrir að koma þessu máli á dagskrá. Ég þykir mjög miður þessi stefnubreiting sem virðist alltaf eiga sér stað frá því að áform voru upp að friða Eyjafjörð, Skjálfandaflóa og Öxarfjörð alveg fyrir nokkurs konar eldi, sem náttúrulega raunin það að sjókvíaeldi hefur verið bannað við Ísland nema á Vestfjörðum og Austfjörðum, og þetta stefnubreiting. Og sveitafélagið og sveitastjórn Þingeyjarsveitar hefur margsinnis hingað til álíktað gegn sjókvíaeldi í Eyjafirði, og ég teldi þetta engin stefnubreiting sem verða þar á, en það mikilvægt að stíga svolítið fast til jarðar núna, og ég skora bara jafnframt á önnur sveitafélög hérna á Norðurlandi eystra, Norðurþing og aðra, bara sérstaklega inn í Eyjafirði, að taka málið til umfjöllunar, og við beinum þessu jafnframt til stjórnar SSNE. Og eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá hér drög að bókun. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar skorar á atvinnuvegaráðherra að beita sér fyrir því að burðarþolsmat á Eyjafirði og Öxarfirði fari ekki fram. Báða þessa firði ætti að friða fyrir opnu sjókvíaeldi, enda þar fjöldi lax- og silungsveiði áa. Í fjörðunum og í nágrenni þeirra fer nú þegar fram öflug atvinnustarfsemi sem illa rekst með sjókvíaeldi og nýtingu á hlunnindum sem hafa verið stunduð frá landnámi. Þessi áform ganga þvert á samning sem Ísland aðili að við Sameinuðu þjóðirnar líffræðilegan fjölbreytileika sem nú til endurskoðunar. Sveitarstjórn skorar á sveitarfélög og starfsvæði SSNE að taka málið upp og taka afstöðu og beinir málinu einnig til stjórnar SSNE. Og þeir sem að geta tekið undir og samþykkt þessa bókun að gefi merki. Og hún samþykkt samhljóða. Þá erum komin í 11. dagskrálið. Það breyting heimilisfangs sveitafélagsins og tengdra aðila. Fyrir sveitarstjórn liggur að flytja heimilisfang sveitafélagsins. Nýtt heimilisfang Þingey, sem hefur F-númerið 216/4006. Einnig þarf að flytja heimilisföng eftir taldra aðila sem tengdir sveitafélaginu og hafa heimilisfesti á sama stað, og það leigu íbúðir Þingeyjarsveitar, HSS, Hitaveita Reykdæla, Gamla Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur og Veitustofnun Skútustaðahrepps. Vill einhver taka til máls þessa ráðstöfun? Og svo ekki. Drög að bókun eftirfarandi að sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að flytja heimilisföng sveitafélagsins og félaga í eigu sveitafélagsins í Þingey. Þeir sem geta samþykkt vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. 12. liður Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, fjölgum íbúðum með viðráðanlegan húsnæðiskostnað, stofnframlög. Fyrir sveitarstjórn liggur tilkynning frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að opið sé fyrir umsóknir stofnframlög til byggingar eða kaupum á íbúðum. Og orðið laust. Ef einhver vil taka til máls. Jóna Björg. Já, oddviti. Hérna tilkynning og opið fyrir umsóknir til stofnframlög. Ég held að sé mikilvægt að sveitarfélagið halda áfram að nýta þessi úrræði og sæki stofnframlög 2 eða 4 eftir því sem til mig gefur til. Ég hefði lagt til að sátt yrði 2 stofnframlög til þess að byggja niður í Aðaldal á skipulögðu svæði þar sem tilbúnar lóðir. Jafnframt verið skoða hvort að ástæði sé til þess að sækja fleiri, af því að eins og kom fram í máli sveitarstjóra þá fjölgar íbúum og okkur vantar húsnæði. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá með leyfi varaoddvita oddviti leggur til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að sækja stofnframlög til 4 íbúða í samstarfi við Brák HSS
Við höfum talað 2 í Aðaldal. Við þurfum ekki að taka ákvörðun hinn 2 núna, þannig að draugabókun væri þá sveitarstjórn feli sveitarstjóra að sækja upp stofnframlag, 4 stofnframlög í samstarfi við Brákháses, 2 í Aðaldal og 2 annar staðar. Og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. 13. dagskrárliður, það er fundarhlé sveitarstjórnar 2025 fyrir sveitarstjórn leggur tillaga að fella niður fundi sveitarstjórnar í júlí vegna sumarleyfa og fyrsti fundur eftir fundarhlé verði 14. ágúst og þeir sem geta samþykkt eða afsakið einhver sem vill taka til máls undir þessum lið. Það er ekki svo og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Og þá er það 14. liður, það er sá liður sem er tekinn hér fyrir með afbrigðum, er umsókn vegagerðarinnar framkvæmdaleyfi til efnistöku við Arnstapa. Já, þetta varðar sem sagt umsókn vegagerðarinnar framkvæmdaleyfi til efnistöku. Þetta er umsókn sem barst í gær og þess vegna er hún tekin hér fyrir með afbrigðum og orðið er laust ef einhver vil taka til máls og Knútur hefur hvatt sér hljóðs, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Það er umsókn framkvæmdaleyfi efnisnám úr námu. Það sem sótt er efnistöku í námi 16.80 Arnstapa náma, efni ætlað til lagfæringa héraðsvegum og tengivegum. Þetta er óverulegt magn. Það sem er kannski í þessu er að umsókn barst í gær 25. júní og því næst ekki að koma málinu fyrir skipulagsnefnd án þess að valda talsverðum töfum og þetta er svona gott vond mál. Þetta er þarna eitthvað efni sem þarf að nota til lagfæringar og sama skapi get ég að þurfa að fara á skjön við meðferð skipulagsnefndar, þykir mér slagt og allt til að nýta hans í vegagerðina fyrir það að vera stort framkvæmda batteri með stórar áætlanir að senda það með svona stuttum fyrirvara. En fyrirhugað efnistaka í námi 16.80 er lítilsháttar og í samræmi við gildandi aðalskipulag og vel er gert grein fyrir framkvæmdinni í umsókn. Auk þess sem fyrir liggur samningur framkvæmda aðila við landeiganda og lýsing á frágangi, sem er bara það besta mál við afgreiðslu á framkvæmdaleyfum í námum. Við afgreiðslu á framkvæmdaleyfi til efnistöku í sömu námi 5. maí 2022 var farið fram á efnistöku upp á 2000 rúmmetra var ályktað og talið að efnistaka hefði óveruleg áhrif. Hún félli ekki undir lög umhverfismat framkvæmda á áætlana nr. 111 frá 2001 en þar var einnig bókað að áframhaldandi efnistaka kalli á endurmat á umhverfisáhrifum og þess vegna kannski viljum við kalla eftir því að vegagerðin komi kannski með langtíma áætlun notkun þessari námu svo þetta fjallum þetta jafnvel tímanlega. En fleira ætla ég ekki að segja því að restin kemur fram í bókunni. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Jóna Björg. Já, oddviti. Já, Knútur sagði hérna áðan, þetta er svona gott vont mál. Mér finnst þetta svolítið svona vont, gott. Ég velti því fyrir mig hvort að vegagerðin hafi áformað að gera eitthvað annað við héraðs- og tengivegi sveitarfélagsins en að bera þetta efni í þá. Hvernig standi á því að þetta komið svona seint
og geta ekki farið eftir ferlum. En auðvitað vona ég þá kannski bara í staðinni þeir eru ekki ætlað að setja þessa drullu í vegina. en líklega nú samt betra að þetta komi en ekkert að því að núna við vitum að annars þó bara grjót í vegunum. Þannig að þetta svona vont gott, ekki samt svo gott. Já, Jóna hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki og þá eru hér drög að bókun. Sveitarstjórn telur að efnistakan muni hafa óverulega áhrif á umhverfið og falli ekki undir lögum umhverfismat framkvæmd á áætlana númer 111/2021. Sveitarstjórn samþykkir erindið og felur skipulagsráðgjafa að gefa út framkvæmdaleyfið samkvæmt reglugerð framkvæmdaleyfi númer 772/2021 og 13. til 16. grein skipulagslaga númer 123/2010. Sveitarstjórn tekur þó undir fyrri afgreiðslu nefndar frá 5. maí 2022 að áframhaldandi efnistaka kalli á mat á umhverfisáhrifum því að kalla eftir áformum framkvæmdaraðila til lengri tíma. Eins vill sveitarstjórn leggja áherslu á að gengið verði frá þeim hluta efnistöku svæðisins sem ekki lengur í notkun í samræmi við leiðbeiningar á námur.is. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vissulega skefið merki og hún samþykkt samhljóða. 15. dagskráliður og það mál sem kemur frá atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Á 20. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi snjómokstur í Þingeyjarsveit. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að núverandi kerfi snjómoksturs með ábúanda fyrirkomulagi verði haldið áfram þar sem lítil reynsla komin að fyrirkomulaginu vegna snjóleysis síðastliðin vetur. Og orðið laust. Og Knútur, gjör svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég vil endilega að þetta verði þróað áfram og vil kannski leggja á það áherslu að þegar það verði komin leið og verði komin á þetta einhver reynsla þá verði formað samningakerfi með fyrirsjáanleika. Svo ég komi hér að með sjónarmið verktaka þá mjög gott fyrir smærri verktaka að vita fyrirsjáð umfang upp á fjárfestingar í búnaður og slíku, þannig að við skulum endilega bara þróa þetta vel og koma þessu svona í svolítið fyrirsjáanlegt kerfi. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo ekki. Tillaga að bókun eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykkir tillögu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að framlengja samninga við ábúendur snjómokstur 1 ár. Þeir sem geta samþykkt það vinsamlega skefið merki og það samþykkt samhljóða. 16. dagskráliður, það voru í Vaglaskógi umsókn tímabundið áfengisleyfi. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni umsögn frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra tækifærisleyfi til áfengisveitinga vegna tónlistarhátíðarinnar voru í Vaglaskógi sem áformað að halda þann 26. júlí 2025. Umsækjandi Melody Man EHF, kennitala 53 08 24 07 10 og orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið eða jafnvel bara raula voru í Vaglaskógi. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta bara spennandi mál og bæði spennandi viðburður og verður skemmtilegt að fylgjast með og það verður kannski skemmtilegt fyrir okkur sem fórum í Vaglaskó á öðru tímabelti og öðrum tímum að sjá hvernig svona samkomu myndi fara fram í skóginum núna. Það var oft gaman í skóginum. Takk.
orðið er laust ef fleiri vilja tjá sig. Svo er ekki. Þá er hér tillaga að bókun. Sveitarstjórn tekur jákvætt í umbeðið tækifærisleyfi til áfengisveitinga vegna tónlistarhátíðarinnar vor í Vaglaskógi að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum. A. Að fyrir liggi skriflegt samþykki landeiganda þar sem hátíðin fer fram sem á landeiganda þar sem gert er ráð fyrir bílastæðum, það er mörk, lundur og hróarstaðir. B. Formlegt samstarf verði haft við Land og skó og C. Að umsækjandi tryggi að sala á áfengi uppfylli lögbundin skilyrði. Og þeir sem að samþykja þessa bókun vinsalegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. 17. dagskrárliður, það er loftslagsstefna Þingeyjarsveitar og þetta mál kemur frá 27. fundi umhverfisnefndar og var eftirfarandi fært til bókar undir liði nr. 5. Nefndin leggur til í sveitarstjórn að loftslagsstefnan verði samþykkt og Árni Pétur hefur kveðið sér hljóðs og ætlar að fara yfir málið með okkur. Já, oddviti ágætt það sveitarstjórnar fólk. Þetta er náttúrulega unnið samkvæmt lögum loftslagsmál nr. 70/2012 sem segir að stofnanir og fyrirtæki ríkisins sem og sveitarfélög skulu setja sér loftslagsstefnum sem inniheldur skilgreind markmið samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt nauðsynlegum aðgerðum. Það er náttúrulega gríðarlega flókið og viðamikið að vinna svona stefnu. Nú það hefði nefndin ekki geta gert hjálparlaust og Arnheiður Rán reyndist okkur ómetanleg við þessa vinnu og það er auðvitað þannig að þetta er ekki alveg einfalt. Við erum ekki einfalt sveitafélag, við erum náttúrulega landstærsta sveitafélag landsins með 12% og landslagsgerðin er mjög ólík, þannig að það var áskorun að búa til svona stefnu og auðvitað líka að reyna að hafa hana þannig að hún sé raunhæf og ábyrgðarfull, þannig að það sé tímarammar sem að hægt sé að standa við í henni og nú veit ég auðvitað sveitarstjórnarfólk hefur lesið þetta yfir og kynnt sér í þaula en þetta sem sagt endar í svona tímasettum aðgerðaáætlunum, sem sagt hvað á að gera, hver ber ábyrgð á því og fyrir hvaða tíma og við teljum að þetta sé bara nokkuð vel unnið plagg. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Það er Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Á borðu okkar er ennitt lögbóðið Halleluja plagg. Eru svona fyrstu viðbröðin sem að fara svona blöð. En þetta er ágætlega gert. Það sem að ég var mjög ánægður með þessu skjali, þá er viðurkenndur sá hluti að ef það var náttúrulega árangur í loftslagsmálum þá skiptir þekking og viðhorf samfélagsins höfuðmáli. Við höfum séð mörg dæmi það að ef að innleiðing breyttir að hátta á hana á árangri þá þarf að nálgast þetta í viðráðanlegum skrefum og ég hlakka til að sjá aðgerðaráætlun í framhaldi þessu en ég hvet til þess að hún verði ekki til þess fallin að vera í 50 liðum og er að gleypa heiminn, heldur við veljum okkur áskoranir sem að er í tengslum við svæði sem við byggjum sem er auðvitað margslungið. Hugtök eins og almenningssamgöngur er til dæmis eitthvað sem að okkur er mjög erfitt en þess ber að geta samt og það var samtal frá vegagerðinni sem fundur hér ágættur á Breiðumýri þar sem við vorum að reyna að benda þeim á að til dæmis það að geta bóðið upp á strætó sem færi ekki Akureyri Egilsstaðir heldur kannski bara Mývatnssveit Akureyri Mývatnssveit, rétt eins og Húsavík Akureyri Húsavík. Hann myndi gera miklu meira fyrir samfélagið heldur en þessi leið Akureyri Egilsstaðir Akureyri á einu svona dag. Þannig að það eru vissulega einhver tækifæri og bara hlakka til að sjá aðgerðaráætlun sem komið til þessu. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór Gjörsvöld.
oddviti. Ég vil þakka nefndinni fyrir þessa vinnu. Þetta er ágætis plagg mörgu leyti. Það eins og nokkur atriði í því sem að ég held að við ættum að skoða aðeins betur, og með að við umræðum hérna áðan orkuöflun, þá held ég að það sé eitt atriði sem að meirihlutinn vill líklega skoða betur. Það stendur í stefnunni með leyfi oddvita: stefnt er að því að nýta tækifæri til sjálfbærar orkuöflunar með öllum þeim leiðum sem mögulegar eru, sem er ekki stefna núverandi sveitarstjórnar að mér skilst í orkuöflunarmálum. Þarna stendur líka að við endurnýjum bílaflota verði horft eingöngu til rafbíla eða annarra með endurnýjanlega orku. Ég velti því fyrir mig hvort að þetta sé gáfulegt að einskola okkur við að kaupa einungis rafbíla fyrir sveitarfélagið hér eftir, og svo að gróðursetja 100.000 tré á 10 árum. Það er væntanlega eitthvað sem að það er væntanlega einhver útreikningur sem að þýðir að með hinum aðgerðinum þá skuldum við þarna x mörg tré. Ég verð bara velti því fyrir mér hver á að gróðursetja þessi tré og hvar. Er einhver áætlun það? Og að lokum þá var ég með þá að halda árlega loftslagsfræðslu fyrir starfsfólk, og ég spyr mér nú bara, hefur starfsfólkið okkar ekki nóg annað að gera? En ég myndi leggja það til að við frestum samþykktar þessara loftslagsstefnu og tökum hana upp á vinnufundi sveitarstjórnar og ræðum aðeins þessi atriði, þó það væri ekki nema þetta með að afla sjálfbærar orku með öllum mögulegum leiðum. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ágætt að sveitarstjórnar fólk, kannski aðeins til, þetta er plaggið mjög viðamikið, en það er náttúrulega líka, markmiðin eru tímasett, sem sagt, með lagasetningu, þannig að það er ákveðin árangur sem við þurfum að draga úr losun starfsmannssveitarfélagsins fyrir 2030. Þannig að það er náttúrulega verða tiltölulega skammur tími, og þannig að það fór auðvitað talsverð vinna innan nefndarinnar við það að ræða það hvað er raunhæft og hvað er hægt. Þannig að það er auðvitað reynt að setja þetta fram með ábyrgum hætti eins og hægt er til þess að þetta sé raunhæft. Og svo getur okkur auðvitað greint á það hvað er, eins og Eyþór er að benda á, að afla sjálfbærar orku með öllum mögulegum hætti. Auðvitað getur okkur greint á það hvað það er og hvað er sjálfbært, hvað er eðlilegt að fara í stórar framkvæmdir til þess að afla orku. Þannig að mér finnst það nú kannski meira að vera hártónir, þannig að þetta er verið að meina að það eru auðvitað bara eins og í heimarafstöðum sem eru náttúrulega og minni virkinum eru náttúrulega mörg frábær verkefni í sveitarfélaginu nú þegar starfandi, þar sem að hefur verið að skaðleysi fyrir umhverfið afla heilmikillar orku með tiltölulega kostnaðarlitlum og einföldum aðgerðum. Þannig að það er kannski svolítið það sem er verið að meina. Nú þetta kom auðvitað svolítið til umræðu með rafmagnsbílana, og auðvitað gerum við nefndin sér grein fyrir því að starfsmenn vitna til dæmis að þeir eru ekki að fara að nota Tesla til að draga mínigröfuna. Það er auðvitað þannig að við sníðum okkur stakk eftir vexti. Þetta er ekki lög, þetta eru tilmæli og þetta er einhver áætlun hvað á að gera, en auðvitað það sem er ómögulegt og hentar ekki starfsemi okkar er auðvitað ekki gert. En ég auðvitað bara þakka Eyþóri fyrir það, gott að fá alla gagnrýni á þetta skjal. Þetta er búið að vera heilmikil vinna og öll gagnrýni er að vinna góða. Það þýðir að það kemur eitthvað betra út úr hlutunum við það að skoða þá og ræða þá. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur?
Oddviti, ágætt að setja til fólk. Orðið sjálfbærni er mjög skemmtilegt. Hún er að þrennum toga, félagsleg, fjárhagsleg og umhverfisleg. En svona til fróðleiks og þegar maður er að meta svona skjöl þá er ágætt að gera Ctrl F og skrifa sjálfbær. Þannig að þessi skýrsla fær þá 24 í einkunn. Með leyfi var Auðvitað að þá er þetta mjög metnaðarfyllt verkefni og Arnheiður Rán og umhverfisnefnd á eiga heiðurskilið fyrir sitt framlag. Ég velti fyrir mér einmitt svona tímasetningum og þess áttar nú ef að við ætlum að ná árangri þá þarf stundum að setja markið, það þarf að setja rammann dálítið hátt til þess að maður nái eitthvað áleiðis. Þannig að, en ég get alveg tekið undir það að sko, þetta er stórt og mikið og ég get alveg tekið undir það sem framkom hjá Eyþóri að það er allt í góðu lagi að sem sagt að fresta afgreiðslunni og við getum svona meldt. Þetta kom náttúrulega fyrir augu okkar bara núna fyrir nokkrum dögum. Þannig að ég held að það sé ekki óskynsamlegt að fresta afgreiðslunni, halda umræðinu opinni og taka afgreiðsluna aftur upp á næsta fundi. Þeir sem að geta samþykkt það. Já, fyrirgefðu, Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég þakka fyrir undirtektir þínar undir mína tillögu. En ég vil taka það fram að þessi skýrsla er hvað var orðið sem þú notaði? Þetta er svona það eru svona raunverulegar aðgerðir sem að skipta máli og þarna eru þættir sem eru raunverulega af hinu góða og munu raunverulega skipta máli og eru skynsamir. Þó að ég hafi nefnt nokkur atriði sem að ég tel að séu ekki endilega frábær. En þá eru þarna mjög mörg atriði sem að ég tel að séu frábær. Já, með leyfi var Auðvitað, ég held að það sé alveg samdóma álit að við erum ánægð með skýrsluna og stefnuna og þau sem sagt markmið sem að þar koma fram. Það sem að svona helst vefst fyrir mér það er tímasetningin og þá er ég að hugsa það sem að kostar augnablikáðni, það sem kostar peninga að því við fórum yfir það hér áðan að þó að sveitarfélagið sé búið að koma sér í eða sé bara í góðri stöðu til þess að fara að huga sínum innviðum af enn meiri krafti að þá mega heldur ekki sko bæta miklum innviðum á okkur kannski alveg á allra næstu árum þannig að það er svona svolítið spurningum líka aðeins að teygja tíman allavega að ræða það og skoða mögulega kostnað eins og til dæmis með eftir í hug göngustíga uppbyggingu göngustíga sem er afskaplega spennandi og þarft verkefni víða í sveitarfélaginu. Já, það var ekki fleira frá mér en Árni Pétur hefur hvað sé hljóðs, gjörðu svo vel. Já, Oddviti ágæti sveitarstjórnarmenn, þetta er náttúrulega bara svo viðamikið mál að það er hægt að tala nánast endalaust það og ég glemdi að svara Eyþóri eins og með skógræktina. Nú er það þannig að sveitarfélagið á gríðarlega mikið landsvæði sjálft og þarna sjáum við náttúrulega ákveðin tækifæri til þess að geta kolefnisjafnað þannig að þess að það er náttúrulega eitt af vandamálunum í svona dreifbýlu sveitarfélagi eins og okkar er til dæmis það að það er ekki almenningssamgöngur. Þannig að bara það að breyta samgöngum og það að fólk komist til vinnu á einhvern hátt getur verið stór áskorun vegna þess að þú getur tæplega sent alla út frá búsettu þeirra, hjólandi eða gangandi, þannig að menn þurfa náttúrulega á samgöngum að halda. Nú, svo er náttúrulega svona lítil atriði þar sem er náttúrulega gott fyrir sveitarfélagið að geta gengið á undan með góðu fordæmi sem er til dæmis það að fylla upp í skurði. Þetta telur allt tiltölulega stórt í þessu loftslagsbókhaldi
og við náttúrulega eigum jarðir þar sem að við höfum tækifæri til þess að gera þessa hluti. Nú, þannig að þetta já, og svo náttúrulega sko aðgerðaáætlun sem að kemur fram aftast í þessu sem að fólk vil aðeins fá að skoða og ræða. Auðvitað þetta áætlun. Þetta ekki sko, það ekki öll atriði í þessu sem að eitthvað sem að sumt að þessu náttúrulega eins og óskalisti, eins og hvað var það göngustígana sem þetta einhver framtíðarsýn, eitthvað sem við viljum stefna að. Við sjáum það bara hvað göngustígarnir upp í Mývatnssveit, hvers konar sko ekki bara samgöngubót heldur sko lífskjarabót líka. Þetta tikkar í bóks eins og heilsueflandi sveitafélag. Að gefa fólki tækifæri til þess að geta stunda hreyfingu, göngu, hjólreiðar, algjörlega frábært verkefni. Og þá náttúrulega finnst okkur eðlilegt að við skoðum þar hvar víðar í sveitafélaginu gætum við komið þessu við. Til dæmis í kringum Stórutjarnir, í kringum Laugasvæðið, Hárlækjasvæðið. Það mýmörg tækifæri og náttúrulega samningarnir sem að náðust eins og með göngustíginn upp í Mjósett eru náttúrulega gríðarlega góðir þar sem við fáum vegagerðina til samstarfs. Þannig að það kannski þetta svona dæmi óskalista sem nú ekki eitthvað að sveitafélagi verður búið að leggja fyrir einhvern ákveðin árafjölda. Við vitum alveg að það ekki raunhæft. Takk fyrir. Já, að því sögðu, bara þannig að það sjálfsögðu það ekki þannig að það dauði liggja á að samþykkja þetta og það bara gott að þetta skapi umræðu og við förum betur í gegnum þetta. Algjörlega tilbúin til þess. Takk. Pési, þetta líka ekki endur sko áhrif? Jú, ég nú það. Já. Svo mörg voru þau orð. Oddviti leggur til að við frestum afgreiðslu og þetta stórt og mikið plagg og við þurfum að melta og tökum hana upp til afgreiðslu aftur á næsta fundi og þeir sem að geta samþykkt það vinsalega skeiða merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 18. lið sem ekki síður umfangsmikill og það sorpútboð. Á 27. fundi umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað undir dagskrálið 4 varðandi útboð á sorphirðu í Þingeyjarsveit. Nefndin leggur til í sveitarstjórn að samþykkja verklýsinguna með áorðnum breytingum og Árni Pétur gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætla sveitarstjórnar fólk. Ég ákvað að keppa einu sinni við Knút á fundi, sjá hvort ég næði oftar í pont en hann. Nei, þetta náttúrulega stórt og mikið plagg og það þetta svona, já, skemmtilegt mál á margan hátt. Þar sem verið að reyna að hugsa út fyrir ramman, hvernig getum við leyst eitthvað mál sem mjög kostnaðarsamt fyrir íbúa sveitafélagsins, ekki fyrir sveitafélagið sjálft, heldur fyrir íbúana og þetta samvinnuverkefni þar sem við erum að hugsa hvernig getum við lækkað kostnað á íbúa við sorphirðu og við auðvitað fórum í fundaherferð sveitafélagið og heldum 4 samráðsfundi þar sem við buðum íbúum að koma og taka þátt í þessari vinnu og þetta snýst náttúrulega það eins og þið vitið að þetta snýst það að lífrænn úrgangur sé ekki sóttur heim á heimili enda það lögum samkvæmt að þá má hann ekki fara í almennt þannig að það var farið að hugsa það hvernig við gætum leyst það og það náttúrulega ruslaringurinn okkar rúmlega 1200 km langur þannig að þetta náttúrulega gríðarlegur kostnaður að sækja þetta og það neikvætt kolefnisspor af því að sækja þetta þannig að þetta snýst það að bjóða út sorpið og sorphirðuna þar sem að menn leysa lífrænan úrgang með öðrum hætti, hann sé ekki sóttur heim. Þetta krefst samstarf við íbúa það að þeir gangi frá sínum lífræna úrgangi með öðrum hætti og stærsti hlutin náttúrulega sá að sveitafélagið ætlar að kaupa moltugerðar vélar sem eru tiltölulega einföld tæki til þess að hafa heima. Og eftir allar þessa fundasettu og allar þessar umræður að þá fórum við að hugsa hvort það væri ekki tækifæri til þess hreinlega að spara íbúum peninga með það að geta minnkað tíðni ferða vegna þess að það skiptir okkur kannski ekki mjög miklu máli hversu oft
til okkar sóttur, pappirinn eða plastuð og menn geta þá einfaldan hátt stækkað ílátin ef að þurfa þykir. Og það sem sagt búið að búa til núna verklýsingu við það að þetta útboð fari í gang með þessum þáttum við það að sé ekki sóttur lífrænn úrgangur og þetta liggur hér bara fyrir og auðvitað það þannig að það eiga eftir að verða heilmargir núningsfletir og við þurfum öll að vinna saman íbúarnir við það að geta látið þetta ganga upp. Nú það áætlun þar hvar verða stöðvar, svona grendastöðvar þar sem að menn geta komið frá sér lífrænu og losa frá sér ef menn eru með vélarnar og vilja ekki nota það sem ábyrgð heima fyrir, hvar menn geta komið frá sér mjölinu og það eru 8 staðir sem að við ráðleggjum að séu og erum svona að reyna að hugsa að þetta sé alfæraleg og þetta auðvitað eitthvað sem að getur verið svolítið lifandi og getur alveg breyst bara eftir ábendingum og þörfum íbúa. Þannig að þetta bara eitt stórt samstarfsverkefni. Ég held að ég hafi svo sem ekkert fleira að segja fyrir en að bara koma einhverjar spurningar þetta. Takk fyrir. Já, við þökkum Árna Pétri fyrir þessa yfirferð. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Jóna Björk, gjör svo vel. Já, oddviti, sveitarstjórnarfólk. Mér langar bara til þess að nýta þetta tækifæri og fagna því að þessi skref sé að koma. Það eru auðvitað svolítið liðið síðan að lög tóku gildi að lífrænt sorp ætti ekki heima í almennu og en ég tek kannski bara aftur undir orð Árna Péturs það að þetta náttúrulega bara samvinnuverkefni okkar allra. Ég tel að við sem samfélag að hækka sífellt kostnað til dæmis sorphirðugjöld sem hafa hækkað mikið undanfarin ár. Við þurfum að leita leiða til þess að reyna að vinda ofan af þessum ferlið og þessi nálgun að sækja ekki í lífrænt sorp heima á bæi sé skynsamleg en hún krefst þess að við vinnum þetta saman og og reynum að vera svolítið með opinn huga gagnvart því að lífræna sorpi kannski ekki frábært sorp til þess að vera að skutlast með í bílnum en reynum að láta þetta ganga upp, fylgjast vel með tilkynningum. Þetta að fara í útboð núna vonandi fljótlega eins og kemur fram og mér sýnist að þjónustan verði jafnvel betri ef eitthvað er. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, með leyfi varðandi það. Þá vil ég bara taka undir það sem hefur komið hérna fram. Þetta sem sagt, ég held að lagabreitingin hafi tekið gildi 1. janúar 2023 og síðan þá hefur verið óheimilt að setja lífrænan úrgang í, er ekki rétt 2023? Jú, svo innleggingi. Já. Að hefur verið óheimilt að setja lífrænan úrgang með almennu sorpi þannig að og þetta er vinnanlegt, þetta er gerlegt það þurfa allir að taka þátt og þegar uppi staðið eins og kom fram hjá Jónu Björgu að þá eru bara þó nokkra líkur á því að við getum náð fram lækkun á sorphirðugjöldum og það skila sér beint til íbúa þannig að þetta er líka svona okkar leið til þess að hafa þarna áhrif á hvað við erum að greiða í þennan flokk. Þannig að ég veit ekki annað en að það séu áformaði kynningar með haustinu, er það ekki rétt Árni Pétur? Jú, og þannig ég vil bara hvetja íbúa til þess að kynna sér vel hvernig sorphirðan mun breytast eftir þetta útboð og vera öflugt í því að kynna sér málið og fylgjast með. Ekki fleira frá mér. Drög að bókun er eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykki framlagða verklýsingu útboðs á sorphirðu í Þingeyjarsveit og felur sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna málið áfram og þeir sem að geta samþykkt þessa bókun við að skefi merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það 19. liður. Það er á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað varðandi deiliskipulagsbreytingu fyrir hveri austan Námafjalls.
Skipulagsnefnd samþykkir að grenndarkynna áformin hagsmunaaðilum samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og óska eftir umsögnum Náttúrufræðistofnunar og Náttúruverndarstofnunar. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna að fengnum í ákvæðum umsögnum samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Og þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlegast gefa merki. Og hún samþykkt samhljóða. 20. liður, það líka frá skipulagsnefnd. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir dagskrálið 17 varðandi umsagnarbeiðni á vinnslutillögu eða endurskoðuðu aðalskipulagi Hornafjarðar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir að svo stöddu, máli vísað í sveitarstjórn. Skipulagsnefnd felur skipulagsráðgjafa yfirfara framlög sveitarfélaga mörk. Orðið laust. Knútur? Nei. Ég bara orðin svo vön því að Knútur biðja orðið. Þeir sem geta samþykkt að staðfest afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi umsagnarbeiðni á vinnslutillögu endurskoðuðu aðalskipulagi Hornafjarðar vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða. Og dagskrárliður númer 21 19. Það Eyjafjarðarsveit. Það var búið að því. Nei, hann var runni. Já, var afbreytur. Stendur hérna samhljóða. Það Eyjafjarðarsveit, óskum umsögnar varðar aðalskipulag Eyjafjarðarsveitar, endurskoðun 2025-2037. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir dagskrárlið númer 16 varðandi umsagnarbeiðni á skipulagsauglýsingu fyrir endurskoðun aðalskipulags Eyjafjarðarsveitar. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir að svo studdu, máli vísað til sveitarstjórnar. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlegast gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Og þá það endurskoðun aðalskipulags Svalbarðsstrandarhrepps. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir dagskrárlið númer 15 varðandi umsagnarbeiðni á vinnslutillögu nýs aðalskipulags Svalbarðsstrandarhrepps. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir að svo stöddu, máli vísað til sveitarstjórnar. Skipulagsnefnd felur skipulagsráðgjafa að yfirfara framlög sveitarfélaga mörk. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem að geta staðfest afgreiðslu skipulagsnefndar gefi merki. Samþykkt samhljóða. Dagskrárliður númer 23. Á 30. það deiliskipulag Laxár, deiliskipulagsvinna fyrir Laxárstöðvar. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað undir dagskrárlið númer 14 varðar tillögu að deiliskipulagi fyrir Laxárstöðvar sem nær til virkjana svæðis í Laxá í Aðaldal. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd bendir á að í lista yfir mannvirki skráð mannvirki sem ekki innan deiliskipulagsmarka. Orðið laust. Knútur, gjör svo vel. Oddviti sveitarstjórnarfólk, bara svo rétt til að benda á að skipulagsnefnd fór fram á þessa lagfæringu og hún hefur borist. Kannski það allt svolít. Og orðið laust ef einhver vilji að taka til máls. Svo ekki. Eftirfarandi drög að bókun sveitarstjórnar. Sveitarstjórn barst ósk frestun málsins. Taldi sveitarstjórn ekki rök til að fresta afgreiðslu deiliskipulagsins til auglýsingar. Í auglýsingaferlinu gefst tækifæri að koma athugasemdum á framfæri. Sveitarstjórn samþykkir að tillaga deiliskipulagi fyrir Laxárstöðvar sem nær til virkjanasvæðis Laxár í Aðaldal verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn felur skipulagsráðgjafa að vinna málið áfram. Og þeir sem geta samþykkt, vinsamlega gefið merki, og það er samþykkt samhljóða. 24. dagskrárliður, merkjalýsing brún 3. Á 37. fundi skipulagsnefndar var fært til bókar undir lið nr. 7 varðandi brún 3 merkjalýsingu. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að stofnun lóðarinnar brún 3 verði samþykkt. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta staðfest afgreiðslu nefndarinnar vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. 25. dagskrárliður. Á 30. og 7. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi lagt fram til kynningar undir lið 11 Vogar 1 stjórnsýslu kæra vegna ákvörðunar breytingu á deiliskipulagi. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hefur borist kæra vegna fyrrgreindar ákvörðunar deiliskipulagi á deiliskipulagi Voga 1 í Mývatnssveit, breytingu frístundalóða í íbúðalóðir og hafa gögn vegna málsins verið afhent. Málið er hér lagt fram til kynningar. Er einhver sem vil taka til máls? Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti ágæta sveitarstjórn fólk. Þarna hann skipulagsráðgjafi fyrir okkur að taka saman öll gögn málsins og sendi úrskurðarnefnd. Þetta er bara eitt af úrræðum fólks sem vill fara sem vil gera athugasemdir við málsmeðferðir og það er bara ekkert þetta að segja annað en bara hið besta mál. Við bíðum bara úrskurðar nefndarinnar og tökum það svo fyrir þá. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá er það 26. liður. Það er aðalfundur greiðrar leiðar. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund greiðrar leiðar sem haldinn var miðvikudaginn 25. júní. Sveitarstjórn fól Arnóri Benónísinni að fara með umboð sveitarfélagsins á fundinum. Þetta er lagt fram hér til kynningar. Liður nr. 27, það er einnig til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar afgreiðsla sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs vegna umsóknar N1 á Laugum rekstrarleyfi. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 28. liður, einnig lagður fram til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar afgreiðsla sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs vegna umsóknar hálfkúlu SLF, kennitala 650918 1340 leyfi til reksturs gististaða að hálfkúlu 645 Fossóli. Einhver sem vil taka til máls í þessum lið? Svo er ekki. 29. dagskrárliður. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð fyrsta fundar starfshóps eignastefnu sveitarfélagsins. Er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 30. dagskrárliður. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar aðalfundarboð dvalarheimilis aldraðra SF sem framfór miðvikudaginn 25. júní 2025 í fundarsal Framsýnar á Húsavík, einnig fundargerð og gögn síðasta stjórnarfundar dvalarheimilis aldraðra SF. Og fyrir hönd sveitarstjórnar sátu Knútur Emil Jónasson og Jóna Björk Hlöðversdóttir fundinn sem fulltrúar þingaði sveitar í stjórn dvalarheimilisins og fór Jóna Björk Hlöðversdóttir með umboð sveitarfélagsins á fundinum. 31. dagskrárliður. Það er einnig lagt fram til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ársreikningur almannavarnanefndar Norðausturlands fyrir 2024 ásamt fundargerð aðalfundar. Og er einhver sem vil taka til máls þar? Svo er ekki. 32. liður. Það er samband íslenskra sveitarfélaga fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga
Fundargerðirnar eru frá fundum númer 979, 980, 981 og 982. Og orðið er laust ef einhver taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. 33. dagskrárliður, það er stjórn Norðurorku, fundargerðir til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 300. og 10. fundar stjórnar Norðurorku frá 21. maí 2025 og orðið er laust. Enginn sem kveður sér hljóðs. 34. dagskrárliður, samtök orkusveitafélaga, fundargerðir til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 84. fundar stjórnar samtaka orkusveitafélaga frá 9. maí 2025 og orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. 35. dagskrárliður, samtök sveitafélaga á köldum svæðum, fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 81. fundar stjórnar samtaka sveitafélaga á köldum svæðum frá 21. maí 2025. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 37. dagskrárliður, það er fundargerð stjórnar menningarmiðstöðvar Þingeyinga. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir aðalfundar stjórnar menningarmiðstöðvar Þingeyjasveitar frá 27. maí 2025 og stjórnarfundar frá 27. maí sama dag. Og orðið er laust. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. 36 var ekki. Gleymdi 36. Gleymdi ég 36? Já. Ég biðst afsökunar, ég hljóp hér yfir einn lið, þannig nú bakka ég og fer í 37. dagskrárlið og það er fundargerðir almannavarnanefndar til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð frá vorfundi almannavarnanefndar í umdæmi lögreglunnar á Norðurlandi eystra frá 30. maí 2025 og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá stekja yfir 37 sem að ég fór í áðan og nú förum við í 38 og það er samtök sveitafélaga á Norðurlandi eystra. Það er fundargerð til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 74. fundarstjórnar SSNE frá 4. júní 2025. Oddviti vill benda þar á bókun stjórnar SSNE og leggur til að sveitarstjórn Þingeyjasveitar geri að sinni. Þessi bókun er svohljóðandi. Sveitarstjórn hvetur Alþingi og ríkisstjórn Íslands til að bregðast skjótt við þeim aðstæðum sem nú eru uppi varðandi starfsemi PCC Bakki Silikon á Bakka við Húsavík. Sveitarstjórn leggur jafnframt áherslu á að aukinn kraftur verði settur í uppbyggingu græns iðngarðs við Bakka af hálfu ríkisins til að nýta sem best þær fjárfestingar sem ríkið hefur þegar farið í þar vegna uppbyggingarinnar, svo sem orkuöflun, línulagnir, hafnamannvirki og gangagerð. Enn fremur að Alþingi beiti sér fyrir því að í framkvæmdaáætlun Landsnets og kerfisáætlun 2025 til 2034 verði tvítenging Bakka forgangsatriði en ekki fyrir sér þörf til lengri tíma. Mikilvægt er fyrir frekari atvinnuuppbyggingu í landshlutanum að tvítengingin verði á framkvæmdaáætlun með skýra tímasetningu og fjármögnun. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs en þeir sem geta samþykkt það að sveitarstjórn taki undir þessa bókun stjórnar SSNE og geri að sinni, vinsamlegast gefið merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 39. dagskrárliður, það er samtök orkusveitafélaga fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar, fundargerðir liggja til kynningar. Fundargerðir 85. og 86. fundar stjórnarsamtaka orkusveitafélaga frá 19. og 23. maí 2025 og orðið er laust. Knútur, gjörðu svo vel.
oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég sitt fyrir hönd þingeyjarsveitar í stjórn Samtaka orkusveitarfélaga og það er helst að frétta að þar var að klárast í umsagnarferli áformum endurskoðun laga tekjustofna sveitarfélaga og við settum inn umsögnum það, meðal annars þetta snýrað að fella úr gildi undanþágu rafveitna frá fasteignamati. Þetta er mál sem er í talsverðir í þróun og fyrir þá sem hafa áhuga þá fylgir þessu býsna vel, þrátt fyrir það að vera bara áformaskjal, þá fylgir þessu býsna svona umfangsmiklar útfærslu tillögur á hálfu Jöfnunarsjóðs sem eiga þau auðvitað eftir að fara í pólitíska umræðu. En auðvitað hverfur þetta svolítið í núverandi hafari á þinginu, en vonir standa til að þetta komist á dagskrá með haustinu og þarna eru að ræða fasteignaskattstekjur og sem auðvitað skipta okkur talsverðu máli. Þetta er eitthvað sem við bara fylgjumst með. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá erum komin í 40. dagskrálið. Það er heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 240. og annars fundar stjórnar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 11. júní 2025. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 41. dagskráliður, það er Brák íbúðafélag HCS, ársfundur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð ársfundar 2024 frá stjórn Brákar íbúðafélags HCS frá 11. júní 2025. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. 40. og annar dagskráliður, starfshópur skólastefnu, fundargerði til kynningar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 1. fundar stýrihóps skólastefnu Þingeyjarsveitar sem haldin var 10. júní síðastliðinn og orðið er laust. 40. og 3. dagskráliður framkvæmda og veitunefnd. Fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar fundargerðir 1. og annars fundar framkvæmda og veitunefndar. Á öðrum fundi nefndarinnar þann 20. júní var síðastliðinn var fært í bókar undir öðrum lið. Framkvæmda og veitunefnd leggur til við sveitarstjórn að endurnýjun heimæða á skútustöðum verði frestað og fjármunum varið í endurnýjun á lögn frá Hlíðavegi suður fyrir Austurlandsveg vegna ástands þeirra lagna. Orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu framkvæmda og veitunefndar tilfærslu fjármuna þarna vegna slæms ástands, vinsamlega gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Síðan er það síðasti dagskrárliðurinn, það er númer 44 og það er aðalfundur atvinnueflingar Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar ársreikningur atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ásamt aðalfundargerð og orðið er laust og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að dagskráin er tæmd og klukkan er 14:59 og ég segi fundi slitið.